Góðan daginn og verið öll velkomin til framhaldskirkjuþings 2019. Nú verður fundi framhaldið, þetta er 9. fundur, en við byrjum með helgistund og ég ætla að biðja séra Örnu Grétarsdóttur að koma hingað upp. Já, við skulum byrja á því að merkja okkur Kristi og signa okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markús og Guðspjalli, 7. kaflanum, versin 53 til 56. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir að landi við Genesaret og lögðu þar að. Leið og þeir stigu úr bátnum, þekktu menn Jesú. Og fólk tók að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri. Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Þannig hljóðar það heilaga orð og við skulum biðja saman. Já, Drottinn Guð, við þökkum þig fyrir hvíld næturinnar, við þökkum þig fyrir það að við fáum að koma hér saman og ráða ráðum okkar. Já, Drottinn, við biðjum þig að leiða okkur inn í þennan dag, leiða okkur með andaðinum, leiða allt okkar líf og það megi streyma af kærleika þínum inn í hjörtu okkar, þannig að við verðum heil. Já, Drottinn, við leggjum allt það sem á okkur hvílir í þínar hendur og biðjum þig að blessa kirkjuna þína, allt fólkið í þessu landi og öll þau sem að vilja leita til þín og snerta þig. Drottinn, þú bregst ekki, þú snertir, þú gerir okkur heil. Amen. Og við segjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Fyrir er tekið að nýju 30. mál á þingskjali 30 sem við gerðum hlé á því í gær og það er búið að prenta málið upp og ég gef þá orðið Stefáni Magnússyni sem að fer fyrir nefndaráliti meirihluta löggjafarnefndar og þetta er 30. mál á þingskjali 81 og tekur þá framsögumaður til máls Stefán Magnússon. Forseti, það komu fram réttmætar ábendingar hér í gær að máli væri ekki nógu skýrt framsett og það er búið að laga það þannig að fara ekkert milli mála, hvað er við átt, en það þurfti smá leikfimisæfingar í gær til þess að menn getur átt að sig innihaldinu, en það á ekki að vera lengur, þannig að það eigi núna að liggja ljóst fyrir að ef ég fer aðeins yfir tillöguna þá er það sem sé, þá segir hér 5. grein starfsreglna ásamt fyrirsögn orðið svona, takmörkun á kosningarétti og kjörgengi. Það er búið að taka kjörgengi þarna inni. Biskupar, vigðir starfsmenn af biskupsstofu og aðrir starfsmenn þar njóta ekki kosningaréttar og eru ekki kjörgengir. Sama gildir kennara við guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands og guðfræðinga frá þeim háskóla eða hliðstæðum háskólum.
Og síðan í 2. grein fyrirsögn 7. greinar stafsetningar orðið svo almennt kjörgengi. Þetta allt að koma. 30. sem Guð var að setja inn á þann. Mál sem að prenta sig. Er þetta ekki í gáfinni? Hún var að setja það inn, jú. Já, þetta kemur að prentaðu. Já, ég var sem sé búinn að fara í gegnum 2. grein og 1. greinin eða þarna framan af þá talað sem sé kosningarétt og kjörgengi. Það var það sem að vafðist fyrir okkur svo í gær. Nú öðru leyti skýrir málið sig sjálft, en við verðum að muna það að við erum við búum við ákveði fyrirkomulag hér á kirkjuþingi. Við erum með leika og lærða eins og við segjum. Og sú skipting kallar á það að það verða einhverjir núningar á milli. Þetta er ekki algjörlega hreint og klár þessi skipting og ekki öllum hugnanleg. Hvenær er einstaklingur orðinn vígður og hvenær er hann leikmaður? Er sá sem er í guðfræði og býður eftir að komast í embætti, er hann í skilningi þess sem við erum að fjalla hérna, er hann leikmaður? Það er verið að reyna að skerpa á því hvað er hvers hér. Og það eru augljósir hnökrar búnir að koma í ljós á yfirstandandi kjörtímabili. Þar sem til dæmis núna vantar að minnsta kosti 2 leikmenn á kirkjuþing, vegna þess að þar voru kosnir guðfræðingar sem núna eru búin að skipta lið og orðnir prestar, eins og væntanlega hefur alltaf verið meiningi hjá þeim og ekkert við það að athuga per se. En það þýðir hins vegar að viðkomandi fer af kirkjuþingi sem leikmaður og bara yfirleitt fer af kirkjuþingi. Og þegar varamaðurinn er svo orðinn undir sömu sök seldur, þá stendur eftir autt sæti. Og það hjálpar ekkert upp á starf kirkjuþings að fækka þannig sitjandi þingmönnum á þinginu. Þess utan þá raskar þetta hlutfallinu milli leikra og lærða á þinginu. Við erum með ákveðna skiptingu, 12 vígðir og 17 lærðir. 12 vígðir og 17 leikmenn segi ég, sem eru líka lærðir, bara annan hátt. Og við búum við þessa skiptingu og verðum að halda henni, fyrst og neð til staðar. Svo er það bara allt önnur umræða hvort hann á að vera til staðar. Sú umræða er ekki uppi hér. Það er eingöngu verið að skerpa á því að hlutirnir séu framkvæmdir með þeim hætti sem er eiga að vera samkvæmt þeim reglum sem við vinnum eftir. Og það er sem sé liggur þá ljóst fyrir að við erum að ræða hér kjörgengi ásamt kosningarétti í 1. grein. Og svo er ég sem sé að mæla fyrir því að máli verði samþykkt fyrir eða löggjafarnefndin, meiri hluti löggjafarnefndar leggur til að máli verði samþykkt.
og ég bið menn að rugla ekkert endilega saman því hvort að þetta fyrirkomulag sem við höfum hér á þinginu sko, sé gott eða slæmt, máli snýst ekkert það. Fyrirkomulagið og það verður bara að vera svoleiðis meðan að við breytum ekki akkurat reglum þarum. En þetta eingöngu til að skerpa á hlutum og koma þeim í það far sem að upphaflega var ákveðið að hlutinir yrðu í. Þá tökum við fyrir nefndarálit frá minnihluta löggjafarnefndar. Það 30. mál á þingskjali 82, það síðari umræða. Og nefndarálitið við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum kjör til kirkjuþings númer 1075 frá 2017 með síðari breytingum. Flutt af minnihluta löggjafarnefndar, framsögumaður Arna Gretarsdóttir og tekur hún út í máls. Forseti, ég gerir ráð fyrir þetta sé bara áframhaldandi umræða, því ég var næsta... Byrjum við bara á málinu upp á nýtt. Byrjum á málinu upp á nýtt. Þá allir núna tækifæri til að það svoleiðis. En ég ætla samt að því við vorum búin að hefja umræðuna og ég þarf kannski ekki að fara aftur yfir það að flytja þetta minnihluta álit okkar sem að fjallaði það að hafna málinu. Heldur langar mig að nýta tímann til þess að tala inn í það sem var rætt aðeins í gær og það það fyrsta að vígðir ekki bara prestar heldur djáknar líka og leikir síðan skilgreint sem allir aðrir. Það þýðir að þeir sem hafa ekki hlotið vígslu, djákna eða prestavígslu, hvort sem þeir eru guðfræðingar eða annarrar menntunar, eru ekki vígðir. Síðan langar mig til að benda á það að við störfum öll í kirkjunni á mismunandi vettvangi. Annaðhvort erum við í sóknarnefnd eða við erum prestar eða við erum starfsmenn jafnvel sókna í einhvers konar starfi, jafnvel á skrifstofu inni hjá stóru sóknunum eða þá að við erum bara sóknarbörn og það ákveðið hlutverk. Við erum öll að störfum á akrinu, á akri Drottins og það það sem ég langar til að benda á. Að við gleymum ekki þrátt fyrir þessa skiptingu sem við höfum, vígðir og leikir, en það farið að rugla með þessa skiptingu með því að taka guðfræðingana inn. Það hefur verið umræðu að jafnvel að vígja organista, það gert hérna sumstaðar í kirkjónum í kringum okkur og jafnvel fleiri stéttir, en það hefur ekki verið tekið svo ákvörðun hér á Íslandi að vígja fleiri en presta, að vígðir séu fleiri en prestar og djáknar. Mér langar síðan til þess að benda ykkur á orðalag sem mjög óheppilegt akkurat í þeim aðstæðum sem við erum í dag og það fjallar starfsmenn biskupsstofu. Einhverjir vilja segja að frá síðustu áramótin urðu allir prestar, starfsmenn biskupsstofu. Þetta mjög alvarlegt mál sem þýðir að við samþykkjum þetta svona að þá eru allir prestar þarna undir. Auðvitað getum við skilið þetta núna við sem erum að taka ákvörðun, en við erum að gera starfsreglur sem einhver aðrir eiga að skilja og að túlka. Og þá þarf að vera alveg ljóst hvað við erum að gera. Starfsmenn biskupsstofu eru allir prestar landsins. Við erum að fara inn í þing 2020 sem að fara að samþykkja, það búið að taka út embættismenn og setja starfsmenn í staðinn. Finnst ykkur þetta ekkert ruglingslegt? Getur þetta ekki valdið ruglingi þeirra sem ekki með í umræðinu og þekki ekki neitt? Allir vígðir starfsmenn biskupsstofu sem og aðrir. Þannig að þegar að fólk sækir vinnu sem bókari á biskupsstofu og kannski formaður sóknarnefndar eitthvað staðar og elskar kirkjuna sína og vill bæði í sínu einkalífi og starfskröftum þjóna kirkjunni, þá missir hann kjörgengi og kosningarétt. Ég bara get ekki skrifað undir það. Hins vegar get ég alveg séð það vandamál sem að þetta þing stóð frammi fyrir og að breyta starfsreglum vegna þess að í eitt skipti verður ákveðin, undantekning, eitthvað ákveðið frávik
vegna þess að það fór eitthvað stað til þess að yngja upp þingið, við vitum þetta öll, fór á stað bylgja sem skemmtileg að yngja upp þingið og við lentum í þessari stöðu á þessu þingi. Því bara vara við þessu orðalagi, starfsmenn biskupsstofu, hvort sem það stendur, við erum öll ráðin til þjóðkirkju biskupsstofu og þetta kann að valda misskilningi þeirra sem ekki inni í hvað ég segja, kjarna umræðunar eins og við erum hér innan þingsins og þeir sem að kannski fylgjast mjög vel með. En við erum að gera starfsreglur sem að þjóna þeim sem að taka við af okkur. Allavega þá læt ég þetta gott heita og minni á það að við erum öll undir sama hatti seld að vilja þjóna kirkjunni hvar sem að við störfum, hvaða menntun sem við höfum og hvar sem við búum. Takk. Þá orðið gefið laust þessi nefndarálit og til máls tekur Dr. Hjalti Hugason. Og síðan Steindór. Forseti, þessi tillaga sem við erum að ræða hér takmörkun á kjörgengi og kosningarétti náttúrulega komin fram af ákveðnu brýnu tilefni sem full ástæða til þess að reyna að ráða til lykta á farsælan hátt. Nú, fyrir það fyrsta verðum við náttúrulega að hafa í huga að í stofnunum sem vilja starfa á lýðræðislegum grundvelli þá nauðsynlegt að takmarkanir á kosningarétti og kjörgengi séu sem allra minnstir og sem allra flestir geti notið þessa lýðræðislega hlutverks að kjósa til og jafnvel sitja á kirkjuþingi. En svo geta myndast aðstæður sem að krefjast sértækra lausna og Stefán benti ágætlega á að hér eru tveir skilgreindir hópar sem hafa ákveðna höfðatölu og þeim hlutfellum verður að halda. Nú, í öðru lagi þá kom upp svo staða af ástæðum sem eru komnar fram, sem sagt sérstöku átaki til að yngja þingið, þá kom upp þessi sérstaka staða að fólk datt út og því miður myndaðist skörð í hópinn. Þetta þarf ekki að fjölyrða í sjálfu sér. Hins vegar fannst mér í gærkvöldi þegar ég var að hugleiða þessi mál að það væri dálítið átakanlegt að þegar kirkjan ætlaði að yngja upp á kirkjuþingi og kalla til ungt fólk, þá virtist ekki vera í neinn að kalla nema hann væri guðfræðinemi eða eitthvað í þá veru. Það segir eitthvað stöðu kirkjunar. Í raun og veru held ég og það umhugsunarefni út af fyrir sig. Nú, við verðum öll að horfast í augu við það að við getum ekki gegnt mörgum hlutverkum samtímis og það getur verið að við einhver í kirkjunni tökum að okkur hlutverk sem útilokar okkur frá öðrum hlutverkum og við verðum bara að bíta í þá súra epli. Og þegar ég les fyrstu greinina í tillögunni sjálfri þá blasir við að þar sem sagt kveðið á það að biskupar geti ekki tekið þátt í kosningum eða verið kjörgengir. Það eru til kirkjuþing þar sem biskuparnir verða bara að bjóða sig fram ef þeir yfir höfuð vilja sitja á þinginu eða hafa þar einhver áhrif. Og ekki skal ég fara að mæla fyrir því hér. Og það talað starfsmenn biskupsstofu, raunar bæði vígða og óvígða. Og það alveg rétt að þarna getur myndast hagsmunaárekstur eða einhverjar þær aðstæður þar sem að svona, það getur rugga bátnum að mjög nánir samstarfsmenn biskupsstofu, eða biskups eða aðrir sem vinna beinlínis inn á biskupsstofunni, þeir svona sé ekki, eitthvað að segja,
það sé allavega ekki æskilt að þeir séu meiri hluta meðal leikmanna. Þannig að það er alveg málefnalega rök fyrir þessu og sama gildir náttúrulega kennara við guðfræði og trúarbragðafræði deild meðan þessi skipun er í gangi sem að nú er að þessi hópur á annars konar aðkomu að þinginu og þá eiga þeir auðvitað ekki að sitja hér sem kjörnir fulltrúar með atkvæðisrétt. En svo, og þarna er ég að segja að þarna eru málefnalegar ástæður fyrir takmörkuninni. En ég tel að síðasti liðurinn þarna í greininni að guðfræðingar frá Háskóla Íslands eða hliðstæðum háskóla, að þeir njóti ekki kosningaréttar eða kjörgengis. Ég held ég verði að líta svo á að þarna séum ómálefnalega tillögu að ræða. Og engin stofnun sem er með svona einhvern dálítinn snefil á sjálfsvirðingu sem sagt útilokar hóp fólks af ómálefnalegum aðstæðum. Það verða að vera málefnalegar aðstæður fyrir þessu. Ég veit ekki hvort að þetta orðalag hefði leyst vandann sem kom upp síðast. Var þetta unga fólk sem kom inn á þingið og fór út af því aftur, var það ekki fyrst og fremst guðfræði nemar? Og það er ekkert augljóst að þetta orðalag sem sagt útiloki þau, þannig að ef að það er meiningin að leysa þann vanda með þessari tillögu, þá verður orðanlega með einhverjum hætti að guðfræðingur þarna merki, eigum við að segja, guðfræði nema líka. En þann vanda er hægt að leysa með ýmsum hætti í raun og veru. Með fjölgun varamanna, kjósa ekki bara einn varamann, eftir 2 eða 3, þá væri náttúrulega hægt að sjá til þess að þingið væri alltaf fullskipað, þó að einhver svona flétta kynni að koma upp sem er kannski ekki voðalega sennilega að komi aftur en gæti náttúrulega alveg komið hvenær sem er. Nú það kæmi þá líka til greina að skilgreina bara guðfræðingana inn í ramma hinna lærðu, þannig að ef að guðfræðingur sækist eftir setu á kirkjuþingi þá bjóði hann sig fram í sömu kategóri og prestarnir. Þannig að það eru ýmsar leiðir til að leysa þennan vanda. Þetta er svona stór lausn og stóru sleggjurnar, það eru ekki alltaf bestu verkfærin, en þarna held ég að við þurfum að huga eilítið betur að þessu til þess að lenda ekki í því að það sé skortur á málefnalegum rökum fyrir þessari afgreiðslu. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, ég held að sú umræða sem við erum að eiga við hér í dag sé að hluta til, hún er mjög eðlileg og sitt sýnist hverjum eins og gengur og ég tek ekki undir það með Hjalta þarna sem ómálefnalega hluti að ræða. En það sem er hér að ræða, svona ef maður lítur, finnst mér, þar að ég er að reyna svona að komast út fyrir að það langt frá skóginum ég sjá við skógin fyrir trjánum. Það er það að við höfum aldrei tekið umræður hæfi og vanhæfi. Hæfi og vanhæfi eru hluti af gildum í vestrænu lýðræðissamfélagi og þykir eðlilegt.
Ég þekki þetta vegna þess að ég hef farið á nokkur námskeið, eða við sem höfum verið í sveitarstjórn, við þurfum að fara mjög vel í gegn þessa hluti. Ég átalsvert hæfi og vanhæfi. Það er til sérstakt hæfi og þetta er almennt hæfi og svo framvegis. Og hvað þykir yfir höfuð boðlegt. Þegar og þetta er umræða sem á eftir að fara hérna fram, hæfi og vanhæfi. Ég þarf ekki að rekja það fyrir ykkur, þið vitið alveg hvað þessi mál snúast. Þegar að við kjósum inn guðfræðinga sem að nota bene ætla sér í presskap, auðvitað veit ég það að það er fullt af menntuðu fólki frá Háskóla Íslands eða víðar sem eru guðfræðingar og ætla sér ekkert í presskap. Þannig stöndum við bara í pínlítið vanda hvað að velja þarna á milli og ég segi fyrir mína parta að fólk, það er bara þetta fínt nám og ég þekki marga sem eru guðfræðingar og hef ekki farið í presskap, það eru kennarar og hafa farið í annan nám og svo framvegis. Þessi umræða hérna þessi hæfismál sem við erum að ræða hérna, bæði hvað varðar fólk og biskupsstofu og guðfræðinga. Þetta er svona fyrsta umræðan sem á sér stað hérna inni og þá hefur hún svona tilhneigingu til þess að verða stundur svolítið heit. Og það er oft þannig að það sem að við þurfum að temja okkur þessa hugsun vegna þess að hún er hæfismál eru bara stór mál. Að fólk sé ekki að víla og díla hluti sem að snúa að þeirra eigin skinni. Þetta verður viðkvæmt mál þegar það verður tekið á því. Það veit ég og það er ekki óeðlilegt. Við veltum því upp eins og það sem gerist hérna. Auðvitað er ekkert víst að þetta gerist aftur. Það má alltaf segja sem svo. Við vitum ekkert það. Auðvitað er erfitt að setja reglur sem eru þrengjandi. Allar hæfisreglur eru þrengjandi. Og það má vel vera að það þurfa að finna betri leiðir til þess að ákvarða þetta. En þegar að guðfræðingur sem kemur hér inn, kjörur á kirkjuþings leikmaður, og það er að ræða mál hér sem að annars vegar eru horfa til hagsbóta fyrir prestastéttina og hins vegar er leikmannahópurinn í kannski annarri stöðu og það myndast svona, það verða að búa til blönd af leikmönnum og klerkum hér inn í kirkjuþingi og hafa hann eins hæfilega og hægt er til þess að halda þekkingu á öllum eins mörgum hlutum og við getum hér í okkar samfélagi hér í þessu kirkjuþingi. Og ég er bara hrifinn af því, ég veit ekki betur en í Noregi þar sem að kosið er í biskupsdæmanu sem eru 10, þá eru þar 5 leikmenn á móti hverjum presti. Það er þannig. En þegar að, eins og ég sagði áðan, að þegar að kemur inn hér eins og gerðist á við síðustu kosningar, þá eru það kannski guðfræðingar sem eru bara alveg eru bara nánast komnir í það að fara að sækja og sem prestar. Hvort haldið þið að þeir munu nú kjósa ef að þyrfti að velja á milli hagsbætur presta til handa eða að vera í stöðu leikmanna sem velja hamla. Það er ekkert mörg svona mál kominu, en þetta getur skeð, þetta er bara þannig. Hvoru megin haldið þeir væru? Það eru kannski þrír
guðfræðingar hér á kirkjuþingi. Prestar eru með minnihluta hérna, eru 12 á móti 17. Þá getur maður sagt að allt í einu prestar orðnir 15 og leikmenn 14. Ef að guðfræðingar kjósa með prestunum. Af því að þeir eru að fara í það starf sem er verið að kjósa um. Af því að þeir eru engar hæfisreglur. Hér taka prestar bara þátt í málum sem að bara varða þá persónulega mjög mikið. Af því að það hefur aldrei verið rætt um neina hæfisreglur. Annarkvæmt það of heit kartafla eða þá að við höfum ekki tekið upp umræðin þetta sem að mínu viti er alveg sjálfsögð. Við þurfum að reyna að fylgja eftir þeim gildum sem að hið vestræna samfélag, lýðræðislega samfélag hefur samþykkt almennt. Það er ekkert sjálfsagt annað. Og það þarf að taka, þetta eru erfiðar ákvarðanir og við höfum ekkert verið hrædd við að tala um erfiðar ákvarðanir. Og ekki hlaupa alltaf upp á nef okkur ef við erum ekki sammála næsta ræðumanni. Þetta er að tala yfirvegunum máli, reyna að horfa honni í dýpt þess. Þetta er alveg það sama með biskupsstofu. Þetta er bara sömu rök. Að þetta er spurningin um hæfi og hæfni og vanhæfni. Og ég er vel ekki það, ég get ekkert um það hvort að þetta verður samþykkt eða fellt hér. En það er allavega búið að koma þessari umræðu vel í gang. Og það er nefnilega 2 hliðar á þessu máli eins og svo flestum öðrum. Það er það sem að máli snýst að þarna geta rætt þetta diskutera mál fram og tilbaka til að geta tekið upplýsta ákvörðun án einhverja án þess að vera með byssuna spennta. Takk fyrir. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir og síðar Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ég langar að byrja á að segja ég lýsi mig algjörlega sammála minnihluta áliti löggjafarnefndar. Fyrir það fyrsta þá finnst mér bara eins og sem fram hefur komið í þessar umræðu áður en mér langar bara að ítreka að það bara gengur ekki upp að takmarka guðfræðinga inn á þingið. Það er bara alls ekki. Því að eins og bent hefur verið á að þá eigum við svo mikið af hæfu fólki sem að hefur guðfræði menntun, hefur sinnt barna- og æskulýðsstarfi og öðrum störfum í söfnuðunum, alveg ótrúlega dýrmæt reynsla sem þetta fólk hefur og það hefur yfirleitt líka aðra menntun samhliða guðfræðimenntun sinni sem og annars konar starfsreynslu sem er mjög dýrmætt inn á kirkjuþingið og það bara gengur ekki upp á nokkurn hátt að takmarka þeirra aðkomu kjörgengi eða kosningarétt að þinginu, bara alls ekki. Og þar með leið segi ég, mér finnst það bara, þetta kirkjuþing, það er auðvitað í krísu út af þessari bylgju sem fór af stað með því að fá inn fleira af ungu fólki og sú krísa sem að þetta kirkjuþing er í núna hvað það varðar að vera ekki fullmannað verður ekki leyst með þessum starfsreglum og mér finnst heldur rökin fyrir þessum starfsreglum eins og á að breyta þeim ekki vera heldur nægileg. Og það er líka það að við leysum heldur ekki hæfi eða vanhæfi með þessum starfsreglum. Það þurfum við að leysa á annan hátt. Þetta er auðvitað vont að vera undirmönnuð en það er auðvitað líka getur komið fyrir okkur sem að erum vígða á þinginu, við stöndum líka frammi fyrir því að geta orðið færri vegna þess að það er núna mikil hreyfing á prestum, miklu meiri heldur en hefur verið.
þar sem að prestar er að fara á milli og eru þá missa þá leið setu sína á þinginu vegna þess að þau voru í öðru stifti heldur en að þau voru kosin í. Og svo eru það líka prestar sem eru komnir á aldur og hafa þá ekki lengur heldur seturétt á þinginu. Þannig að það er það sama sem getur komið fyrir vígða á þinginu. En það verður einhvern veginn ekki leyst bara með svona að búta starfsreglur alltaf heldur, þá þarf bara að taka þetta bara betur í gegn. Og það er allt önnur umræða. Og svo er það, og það er líka það að en mér finnst það gott sem hefur komið fram líklega þarf að fjölga varamönnum. Að það sé eitt af því sem að þarf að skoða. Og einmitt það er svo annað mál, bara svo krísa kirkjuþings að það er ekkit mörgum sem að langar að komast hingað. Það þarf að einhvern veginn svona að hafa fyrir því að finna leikmenn sem vilja setjast á kirkjuþing. Og það þurfum við að leysa einhvern veginn. Við þurfum að horfast í augu við það. Að finna það út, hvernig við löðum að ungt fólk og fólk með margs konar menntun og starfsreynslu sem að allt hefur sömu köllun og við öll sem erum hérna á þinginu að þjóna kirkjunni okkar með setu hér. Takk fyrir. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir og síðan Gísli Jónasson. Forseti, ágætu kirkjuþingsfulltrúar. Mér finnst, ég hef ákveðin skilning með báðum þessum sjónarmiðum. Tillagan er ákveðin viðleitni til þess að reyna að leysa ákveðin vanda, hvort það sé besta leiðin. Þarna er jú verið að útiloka ákveðin hóp, en þetta kemur ekki til af neinu. Þetta hefur verið ákveðin vandi í kringum þetta og kannski eru aðra lausnir. Ég myndi halda einmitt að við hefum kannski átt að vera með eitthvað samhliða þessu til þess að hafa val, því að það er í rauninni dálítið erfitt að ákveða hvoru megin maður ætla að vera, maður einhvern veginn skilur bæði sjónarmiðin. Ég hef ákveðin skilning á báðum þessu sjónarmiðum. Ég spyr mig samt, er maður ekki örugglega leikmaður svo framarlega sem maður er ekki vígður? Þannig að ég sé fyrir mér, ef ég er guðfræðingur, ég ætla aldrei að fá vígslu, ég ætla kannski bara að starfa sem vísindamaður. Er ég þá ekki alveg leikmaður? Það er kannski þessi skil, það er vígslan sem að skilur frá og ekkert annað í rauninni. Að því leitinu skil ég vel að þeir sem eru á móti þessu finnst þetta ekki koma til greina, því að þarna eru stór hópur af kennurum sem eru kannski vísindamenn, kannski eru kennarar að kenna trúarbragðafræði sem er ekki einu sinni neitt í trúmálum þannig að séð og muni aldrei ætla sér að verða koma neitt nálagt kirkjustarfi, hvað þá að eru í tengslum við vígða einstaklinga. Þannig að þarna er stór hópur sem að verið er að útiloka, sem að eru kannski bara verða alltaf leikumenn, alveg sama þó þeir eru involvaðir inn í annarkvort að vera nemandi sem guðfræðingur eða kennari. Þannig að þetta, ég skil þá sem eru ekki sammála þessari tillögu, en svo er það hitt að sá sem er að bera upp þessa tillögu, að hann er að reyna að leysa ákveðið vandamál. Og það er bara mjög góð viðleitni. Þarna er leið til þess að gera þetta bara svona mjög skýrt og skorinort og þannig að ég hef svona sveiflast svolítið fram og tilbaka eftir því hver talar. En kannski er einmitt leiðin að koma þessu varamannakerfi bara betur í gang. Þannig að hver og einn, segjum að það sé guðfræðingur sem síðan verður prestur, hann eigi klárlega sinn varamann sem að er þá vonandi ekki líka einn af þeim sem að er í guðfræði og verður prestur eða fær vígslu. Þannig en þetta varamannakerfi er ekki alveg nógu gott. Það er ekki alveg að virka, virðist vera samkvæmt því sem ég er að heyra hér. Og kannski hefði sú tillaga betur bara átt heima hérna núna að breyta þessu varamannakerfi þannig að við hefum ekki þurft að vera að velta í okkur svona upp úr þessu álitamál. Þetta er í rauninni bara ákveðið álitamál. Það er annars vegar þetta lýðræði, útilokun, en hins vegar líka tilraun til þess að leysa
ákveðið mál. Þannig að ég held sennilega áfram að sveiflast hérna fram og tilbaka þar til kemur að kosningu, en ég skil bæði sjónarmiðin og ég skil, og mér finnst við að bera virðingu fyrir báðum þetta tillögunni og síðan þá móttillögunni eða höfnuninni, það eru punktar í báðum og hérna, mér finnst þetta bara ákveðin viðleitni sem að við þurfum að afgreiða, en eins og ég segi, varamannakerfið hefði sennilega, já, þarf að gera eitthvað í því. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og Axel Árnason Njarðvík svo næstur. Forseti, ég vil nú viðurkenna það að ég er bara ennþá að kafi í hávaxtakörfunni og mér sýnist bara bætast við vínber og jarðarber og ýmislegt. En sko, ég hélt nú fyrst svona til að byrja með og kannast alveg við vandamálin sem að menn vilja leysa með þessari tillögu og svona fyrst hélt ég að menn væri hugsanlega að leysa það, en það er að renna upp fyrir mér að þetta nú kannski flóknar en það. Og það er kannski að blandast svolítið saman hér hugtök. Það er nefnilega ekki það sama að tala leika og lærða eða vígða og óvígða. Og skiptingin á kirkjuþingi miðast við störf en ekki menntun. Það er að segja, það er kjördeild ákveðna starfsstétta innan kirkjunar, þeirra vígðu, og svo eru það þeir sem eru þá óvígðir, stundum kallaði leikmenn, og þegar menn tala leikmenn þá fara menn stundum að tala leik og lærða og þá erum við alltaf að fara að tala menntun en ekki störf. Ég held að sé alveg ótækt að taka kosningarétt af fólki vegna þess að hafa eina menntun en ekki aðra. Það er ómálefnalegt, hvað ég er sammála Hjalta með það. Þannig að við þurfum einhvern veginn kannski að hugsa þetta bara betur, hvernig við tökum á þessu, ekki síst þegar bent hefur verið á og það rann upp fyrir með það alveg rétt. Þessar reglur hefðu ekki hindrað kjör eins einasta af þessum aðilum sem að sköpuðu vandamáli sem menn telja sig vera að leysa, því þau voru öll guðfræði nemar á þeim tíma, ekki guðfræðingar. Þau hefðu ekki fengið þessa menntun sem í tillögunni er verið. Þannig að þessi tillaga hefði ekki leyst eða breytt neinu úrslit kosningana. Við erum bara átt okkur á því. Ég var ekki búin að átta mig á því fyrir að þarna umræðan hér leiti þetta ljós og maður fór að hugsa þetta betur. Þannig að ég vil nú kannski hvetja til þess að við bara skoðum þetta mál. Það á nú ekki að kjósa hvort þið það er eitt þing eftir í millitíðin og við höfum alveg tíma þá kannski til þess að átta okkur betur á því hvaða lausnir eru þá heppilegri, þannig að við séum ekki að útiloka stóran hóp. Og það var annað sem ég fór að hugsa hér við borðið. Ef ég hugsa tilbaka til síðustu aldar, 20. aldarinnar og marga helstu leiðtoga stærstu leikmannahreyfingana innan kirkjunar sem voru guðfræðingar en aldrei vígðir. Við höfum verið að útiloka alla þessa merku leiðtoga sem lögðu svo margt fram í leikmannahreyfingunum og í leikmannastarfi kirkjunar. Við höfum útilokað alla frá því að geta verið á kirkjuþingi ef það hefði verið til á þeim tíma, sem það var náttúrulega ekki. En þeir hefðu vissulega margir átt þar erindi inn. Þannig að ég held að við þurfum kannski aðeins svona bara að staldra við og hugsa þann hluta tillögunar hér sem að fjallar guðfræðingana betur. Og að því að við eigum nú eftir að hafa hér fleiri þing áður en næst verið kosið, þá held ég að við séum ekkert að brenna inni þó að við hugsum þetta aðeins betur og kannski er hægt að leysa þetta einhverju leyti einmitt með því að breyta bara fyrirkomulega, þannig að við höfum fleiri varamenn eins og hér hefur verið bent á. Það er örugglega ein lausn, kannski eru þar fleiri ef við hugsum okkur aðeins betur um.
En ég held að við höfum ekki í fljótræði að fara að útiloka stóran hóp einstaklinga vegna menntuna sinnar, bara vegna þess að sú menntun getur leitt til þess að þeir fái starf sem að gerir það verkum að þeir eru í annarri kjördeild. Það er alveg rétt sem hér við bent á, það er ekkert allir sem að fara í guðfræði sem ætla sér að verða vígðir. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og næstur er þá Skúli Ólafsson. Forseti, Gísli nefndi margt af því sem ég ætlaði að segja, en kveikjan af því að stóð upp var ræða Steindórs og við þyrftum eiginlega að hlusta á hana í kvöld þegar við komum heim, hvernig hann ber fram málið, og það sem kveikti mér var orðin eins og að víla og díla með eigin hag og í raun og veru dylgjur það hvernig menn starfa. Þannig hitti það mig og hafa hann meint annað þá mun ég sjálfsagt heyra það í kvöld. Við kannski gleymum því að við erum hérna að starfa í kirkju og hugur okkar á að mótast að hinu trúarlega. Það sem er heilindi, heiðarleiki, trúmennska og svo framvegis. Ég hef aldrei sem prestur í kirkjunni reynt að haga þannig seglum að ég hafi meiri hagað í heldur nefnir standa til. Kostaði miklu til sjálfur og eigin fjármunum og allt þetta eins og margir annar. En að sitja undir því að prestar séu sérstaklega að víla og díla eigin hag. Kannski hafa menn gert það, ég veit það ekki, hann þekkir það betur. En það er alveg ljóst að það er ofalega í honum að víla og díla eigin hag, held ég, vegna þess að hann presentera málið þannig. Mér langar líka að benda á það að kannski væri hið málefnalegasta við þessa tillögu að útiloka alla starfsmenn og alla sóknarmenn, nefndarmenn, frá bæði kjöri og það er að segja kjörgengni og kosningarétti til kirkjuþings. Og ástæðan er þessi, að allir leikmennir koma sem fulltrúar sóknanna. Þannig að það sem Steindór sagði starfsmenn biskupsembættisins gegnir það sama þau. Þetta er það sem hann er að segja. En það dettur engum helvitamann í hug að setja það á blað. Það er auðvitað vond staða að vanta ungt fólk inn á kirkjuþing. Og það sé kannski ekki þetta mál sem ég ætla í varfærni að nefna enn og ný að gæta því hvernig við tölum hérna við alþjóð í gegnum netið og að við erum að búa til kirkju sem á að móta samfélag og ef við erum að díla og víla eigin hag þá eigum við að hætta. Við eigum að vinna að hag kirkjunnar í landinu, þessara stofnunar sem fólk getur leita til þess að móta vitund sína og sjálfsmynd og hug. Og þegar ég segi þetta, þá er það ekki að ástæðulausu að við höfum þetta þannig að það eru tvær kjördeildir presta, kallana og sóknana. Því þar myndast þessar krossgötur í kirkjunni, hinn kirkjulega þjónusta og þessi njóta og lifa jafnvel vegna hinna kirkjulegu þjónustu. Þannig að þá er að koma kross. Takk. Skúli Ólafsson tekur til máls og næst er Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti. Ég er nú einn þeirra sem að setja nafn mitt undir þessu tillögu. Ég get hins vegar ákaflega vel skilið þau sjónarmið sem hafa komið fram sem að benda á hnökra sem eru á henni. Því hún er auðvitað mjög róttæk
í mínum huga þá endurspeglar hún í rauninni vandamál sem að verður strax þegar að línur eru lagðar fyrir kirkjuþing. Það er að segja þessi skipting á milli presta og leikmanna. Sú skipting náttúrulega er hamlandi og takmarkar í rauninni svigrúm kirkjuþings. Og eins og reyndar Axel benti á hér áðan, og ég hef stundum velt fyrir mér, það er svona hinn vandinn sem að kirkjuþing stendur frammi fyrir. Að það samanstendur af fulltrúum hópa sem veita kirkjulega þjónustu. Það er að segja embættin eða það sem enn heita embætti og sóknirnir. Þessi hópur sem hvorki eru prestar né sóknarnefnda forkólfar eiga ekkert mjög greiðan aðgang hingað inn og þetta vitum við. Þannig að þegar eins og Axel bendir á þá býður það auðvitað heimhættunni á því að menn fari kannski að bítast einhver verðmæti og reyna að gæta einhverja hagsmuna sem tilheyra þeirra hópi. Það má nú svona til gamans velta því fyrir sér sko að samanlagður fjöldi okkar sem erum prestar og svona formanna og framkvæmdar ráða í sóknarnefndum en nær nú valla 300 talsins, kannski nær 250 sem gerir okkur 1% af þjóðkirkjumeðlum. Þannig að við erum svona kannski ekki alveg rétt í þverskurðurinn. Ég set nafn mitt satt undir þessa tillögu vegna þess að ég get skilið þau sjónarmið sem búa þarna baki. Við erum að vinna í þessu kerfi sem er hamlandi og má svo sannarlega endurskoða frá grunni. En þessi staða sem að hefur ítrekað komið upp, það sem að fólk skiptir lið, ef við getum sagt svo, fer úr því að vera leikmaður í það að vera prestur. Já, hún er náttúrulega í samhengi hlutana alls ekki góð og með þessari tillögu er reynt að koma í veg fyrir að þessi mál geti orðið. Og hún líka auðvitað gengur út á það sem Axel reyndar andmælti og ég svo sem ber mjög mikla virðingu fyrir þeim sjónarmiðum að þessir tveir hópar sem frá upphafi skipa kirkjuþing, prestar og leikmenn, séu að einhverju leyti að gæta hagsmuna. Það er svo sem engin nýlunda í mati á sögu og samtíma að hún einkennist af einhvers konar hagsmunaátökum. Ég ætla að leyfa mér að vera örlítið bjartsýnn svona upp á komandi tíma. Ég held að ein ástæða fyrir því að kirkjuþing hefur ekki það aðdráttarafl sem við teljum að það ætti að hafa, sé svo að þjóðkirkjulögin bindi hendur kirkjuþings mjög mikið. Það eru gríðarlega þýðingarmikil atriði eru sett í löggjöfina og það svigrúm sem kirkjuþing hefur til að setja starfsreglur verður fyrir vikið mun minna. Ég hugsa að þegar að ný þjóðkirkjulög sem eru miklu takmarkaðri taka gildi, þá mun kirkjuþing hafa meiri áhrif og fólk mun sjá þennan vettvang til þess að hafa enn meiri áhrif. Og síðan hitt atriðið sem að kallar á róttæka endurskoðun á það hvernig við skipuleggjum kirkjuþing er að sjálfsögðu sú breyting þegar prestar hætta að verða embættismenn og verða starfsmenn. Og ég fyrir mína parta líta á það sem afar mikilvægt skref og kallar í rauninni á endurskoðun á þeirri hugsun yfir höfuð, hvort við ættum að opna glugga og gáttir og bjóða fleiri möguleikan á því að kjósa til kirkjuþings og þar með gera kirkjuþing meiri aðlaðandi vettvang fyrir þá sem vilja móta þjóðkirkjuna og þar með íslenskt samfélag. Til máls tekur að austan Þuríður Björg Víum Árnadóttir og síðan er það Svana Helen. Við fáum ekki hljóð.
Þá tekur til máls Svanna Helen Björnsdóttir. Forseti, ég held að það mál sem við erum að fjalla hérna sé ákveðið vandamál og við erum að reyna að leysa vandamálið en þyrftum kannski að leið að skoða rót vandans. Hver er rót þessa vanda? Það er, held ég, skipulag kirkjunar eins og það er, sem við ætlum að breyta því við þurfum að breyta því. Og ég held að það sé gott aðeins að hugleiða núna, við kannski komin aðeins fram úr okkur en við ætlum að hafa málstofu hérna eftir, þar sem vonandi þetta ber á góma. Mér langar að nefna nokkur atriði að það er aldrei rétt að alhæfa fólk. Aldrei. Við ætlum að eiga hérna málefnalega umræðu og við ætlum ekki að alhæfa fólk. Að mínu mati er sóknin grunneining kirkjunar og við verðum auðvitað að hugsa hana og hvernig hún starfar þegar við fjöllum allt skipulag í kirkjunni og hvernig henni stjórnað. Það þarf að ríkja jafnvægi milli hins almenna prestsdóms og þess sem kallað hefur verið predikunarembættis eða þeirra predikunastarfs. Ég held að þurfum að hugleiða það þegar við mótum kirkjuþing og starf kirkjuþings hverjar eru valdastofnanir þjóðkirkjunar. Fljótt á litið eru þær kirkjuþingið, biskupinn og kirkjustjórnin og við þurfum að átta okkur á því hvernig við viljum aðgreina þessar stofnanir. Það eru til ýmsir möguleikar eða það eru ýmsir kostir í því að velja fólk á kirkjuþing sem á til dæmis að fara með fjárstjórn þjóðkirkjunar vegna þess að þetta er mjög mikilvægt hlutverk og kirkjuþingið verður mikilvægara nú en það var áður. Það gæti alveg þurft heimild til þess að tilnefna fólk inn á þingið ef við erum að fjalla einhver sérstök verkefni sem krefjast þekkingar. Við viljum ju hafa breiða þekkingu en við þurfum líka stundum sérfræði þekkingu. Þannig að mér finnst það hvernig fólk velst inn á kirkjuþing svona til framtíðar lítið að það sé ýmislegt þarf að skoða í því efni. Vegna þess að ábyrgð þingsins verður meiri en verið hefur. Og mér finnst ekkit ólíklegt að við þurfum að kalla til fólk með sérfræði þekkingu á tilteknum málum og svo viljum við flest auka lýðræði í kirkjunni. Ég held að við skiljum það vel að ástæðan fyrir því að það er erfitt að finna fólk, sóknarnefnda fólk eða leikmenn til að taka þátt í störfum kirkjuþings að bjóða sig fram. Það er bara sennilega það að kirkja nýtur ekki nógu mikils álits. Hún laðar ekki að sér þetta fólk. Og maður spyr sig af hverju laðar kirkjan ekki að þessi fólk? Af hverju er fólk stöðugt að segja sig úr þjóðkirkjunni? En það segir ekki, það verður ekki viðskila við trúna samt sem áður endilega. Við skulum ekki gefa okkur að það sé að ganga af trúnni. Þannig að við þurfum að muna það að kirkjan er náttúrulega svolítið annað en trúin og kirkjan er að sjálfsögðu ekki fyrirtæki. Hlutverk kirkjunar er að vera kirkja en þetta krefst djúprar hugsunar og umræðu og nú erum við að reyna að plástra hérna ákveðið vandamál og það er spurning hvort að það er þessi virði að fara að plástra þetta núna ef við ætlum síðan að fara í dýpri umræðu til þess að leysa þetta og ráðast að rótum vandans. Takk. Þá gef ég orðið austur á land og er Þuríður tilbúin að er hún tilbúin? Já, þá tekur til máls Stefán Magnússon, talar í annað sinn. Forseti.
Við erum hér í seinni umræðu tiltekið mál. Fyrri umræðan fór fram fyrir löngu síðan. Þar átt að koma fram sjónarmið sem síðan átt að vinna með í nefndinni. Það hafa hér nánast allir viðurkennt þörf fyrir lagfæringu á þessum reglum. Það hafa líka nokkrir bent á hnökra á þessum tillögum sem hér liggja til afgreiðslu. Minnihluti löggjafarnefndar hefði sem hægast geta lagt fram aðra tillögu í staðinn fyrir að hafna þessari og reynt þá þar með að laga þá hnökra sem að hér hafa verið bent á. Og enn og aftur, hér ekki tillagað eða sjálfur sér umræða grundvallar breytingar á því kerfi sem við búum við. Það er bara sú umræða á sér stað við rétt tilefni seinna. Ef að vantar ungt fólk inn á kirkjuþing, sem er nú ekkert alveg útilokað að geta gert ef við lítum hér yfir salinn, hvar eru þá unga fólkið úr prestastéttinni? Er það bara hlutverk leikmanna að skaffa ungt fólk inn á kirkjuþing? Í kjördeild presta, þar eru djáknar líka. Það hefur einu sinni gerst að djákni hafi komið inn í prestadeildina. Hvar eru þeir inn á kirkjuþingi? Og hverjir eru það sem kjósa í prestadeildinni þannig að djáknarnir komast ekki að? Svo kannski kjósum við ekki ungt fólk frekar en aðra yfir höfuð fyrir þær sakir einar að það er ungt fólk. Eða við kjósum ekki einhvern til einhvers af því að hann er bara eitthvað sem að uppfyllir einhverja kategóríu sem við erum svo upptekin af. Ég vildi nú bara að árétta það hvar við erum stödd í tilverunni. Það kannski ruglar mann eitthvað í rýminu að við erum annars vegar að klára að endasprettinum á 19 þinginu og 20 þingið er að byrja morgun. Það kann að vera. En við erum sem sé eiginlega í þessari lotu að byrja á öfugum enda með því að klára núna seinni umræðu og fara síðan á morgun í fyrri umræðu. En ég held nú að flest, ef ekki öll sjónarmið séu fram komin í þessu máli og það er svo sem ekkert annað en að gera en að ganga til atkvæða það. Hæfisumræðan verður örugglega tekin fyrir hér á næstu dögum og ég reikna með að ég taki þátt í henni í fyllingu tíma sem læt það ógert hér. Það er enn þó nokkuð margir á mælendaskrá og ég ætla nú að leyfa þessari umræðu áfram því að mér finnst hún vera góð og þannig að ég ætla ekki að loka mælendaskrá alveg strax. En Þuríður er eitthvað vandræð með tölvuna sína og það mun einhver annar tala fyrir hana. Er hún tilbúin? Það er Einar Már Sigurðarsson tekur til máls. Ég ætla að hleypa honum inn á undan ef að tæknin er í lagi akkurat núna. Forseti, ég vona að heyrist til mín alla leið suður. Ég nú byrja á því að
þakka fyrir það að hafa þetta tækifæri að vera á þinginu á þennan hátt og vona að það muni auðvelda og auka þann fjölda sem að gefa kost á sér til næsta kirkjuþings, því að það augljóst mál að þetta gerir hlutina miklu mun þægilegri og auðveldari og mikið tímasparnaður pluss það að það kostur fyrir þá sem að horfa til vissborðsins við ferðalög. Þannig að læt ég það nú duga. Ég vil líka þakka fyrir þessa umræðu sem hefur orðið þessa tillögu. Það augljóst mál að hún þörf vegna þess að við þurfum að kryfja þetta mál til mergjar og ég ánægður þegar forseti talar það að leyfa umræðinni að halda áfram. Sjónarmið beggja aðila eru nokkuð skýr þykir mér. Það sem mér þykir slæmt við þetta það að mér sýnist að allir séu sammála það að það þurfa að gera breytingar og ég var að vona meðan Stefán var að tala að hann ætlaði sér að fresta málinu sem flutningsmaður draga málið tilbaka og flytja það síðan aftur vegna þess að ég hef það á tilfinningunni að það sé hægt að ná samstöðu breytingu sem að nær til nokkurn veginn utan þetta mál. Ég var mjög ánægður þegar ég sá reyndar í nefndarálitunum að í meirihluta nefndarinnar sem leggur til þetta samþykkt ekki skiptingin leikmenn vígðir algjörlega, þannig að þar eins og kom fram í máli Skúla áðan að hann sem sagt hluti af meirihlutaálitinu. Ég vil við þetta tækifæri biðja Stefán að íhuga það hvort það sé ekki rétt að draga tillöguna tilbaka, gera á henni örlitlar breytingar og ná betri stuðningi við hana vegna sem mér þykir slæmt sérstaklega þykir mér slæmt ef að tillagan verður felld vegna þeirra raunverulega litlu agnúa kannski sem menn hafa séð á henni. Það held ég að sé ekki til bóta en bara þannig að það sé alveg skýrt að ef Stefán verður ekki við þessu þá mun ég samt sem áður styðja tillöguna. Takk fyrir. Ég ætla nú að leyfa mér að því að síðasti ræðumaður svona langt frá okkur að þakka honum fyrir að taka þátt í fundinum. En það þá rétt skilið að Þuríður muni ekki taka til máls? Hermann. En á meðan ég bíð eftir svari að þá það Steindór Haraldsson sem að tekur næstu til máls. Þannig Þuríður verður ekki. Það bila hjá henni. Og síðan Gísli Gunnarsson. Forseti, ég kom aðeins til ansvara við vin minn Axel að þegar ég var ekki að benda á einhvern einn heldur á þá staðreynd að hér á þinginu fara fram mjög mikið umræður málefni presta og annarra í kirkjunni og það má vel vera í mörgum tilfellum þá séu leikmenn vanhæfir alveg jafnt og prestar. Ég var ekki að benda á einn eða neitt sérstakan heldur bara að varpa þessu fram að við höfum yfir höfuð ekki hugsað mikið þessi mál. Ég var að kveikja á því. Ekki sagt til hnjóðs einn eða neitt þingmann, persónulega. En þetta umræðan hefur ágætt þetta mál og verið meira og minna á svona góðu hitastigi við stofuhita eins og einn dómari sagði daginn að þyrfti að vera. En þetta minnir mig svolítið á þessi umræða að þegar ég kom á þingið 2010 þá var það þannig, við erum 3 hér í salnum sem komum á þingið 2010, við erum öll búin að taka til máls. Þegar ég kom á þingið 2010 þá var eins og það væru 2-3 leikmenn á þinginu og 12 prestar.
Þannig var umræðan. Prestar áttu umræðina. Alveg burt sér frá því hvort þeir verið fleiri eða færri. Ég ætla bara að benda ykkur á það og líta bara yfir hópinn hverjir hafa tekið til máls í þessu máli. Þetta fer oft svona. Vegna þess að svo mörg mál sem við tökum fyrir hér á þinginu höfða beint til þeirra. Eðlilega. Og ég held sko til dæmis að þetta þing sem situr hérna núna og yfir öll þing, þetta þverskurður svolítið af okkar kirkju og hér hefur yfir höfuð alltaf alist til hið ágætasta fólk. Og sem betur fer. En sitt sýnist auðvitað hverjum. En ég held að það sé nú orðið bara fullrædd þessi, ég ætla ekki að fara í fleiri rök eða mótrök eða eitthvað slíkt. En ég vil bara benda á þetta sem að liggur alveg fyrir eins og þetta horfir við mér. Þetta mál komið vel á dagskrá og það eru allir sammála það að við þurfum að vinna þetta mál og kannski kemur það fram þegar við förum að gagnrýna og endurskoða okkar vinnubrögð sem ég vona að verði gerð. En þessi umræða henni verður nú að ljúka og við sjáum nú hvernig þetta fer. Nú tekur til máls að austan Berglind Hönnudóttir og hún ætlar að tala fyrir hönd Þuríðar Bjargar Víum. Forseti, ég fæ að lesa hérna texta sem að Þuríður sendi mér. Ég er svolítið föst með séra Gísla Jónasyni í þessari ávöxtukörfu og finnst þetta nú frekar ruglið sér tillaga. En af því að umræðan er að mestu búin að snúast appelsínur, að þá ætlaði ég að benda á að ef þessi 3. grein ætti að standa svona, sem ég finnst reyndar algjörlega vonlaus, þá þyrftum við allavega klárlega fjölga á varamannabekknum eins og fleiri hafa nefnt. Því við viljum ekki lenda í því að vera búin með skiptingar í hálfleik eins og núna. Og það væri kannski besta lausnin. En svo kom séra Hildur Inga hérna upp í gær og myndi okkur á þá að það var bara ekki fleira fólk sem bauð sig fram. Og þá spyr ég, hvað ætlum við að gera því? Það var ekki bara ungt fólk sem bauð sig ekki fram og ekki bara ungt fólk sem er vandamálið. Víðir hafa einnig horfið héðan vegna aldurs eða vegna þess að þeir fá embætti í öðrum kjördæmum. Og ég reyndar skil ekki af hverju fólk ætti að þurfa að víkja vegna þess en ekki bara klára kjördæmabilið. Mér finnst það slæm umræða að hér sé verið að kenna ungu fólki þessa stöðu sem er komin upp núna. Þá stöðu að hér vanti fólk. Mér langar að minna á það að kirkjuþing samþykkti það haustið 2017 að ungt fólk ætti að vera 20% þátttakanda á kirkjuþingi. Og eftir því var ekki farið þó að ungt fólki hafi kost á sér. Og mér finnst það reyndar alvarlegt og ekki kannski hvetjandi fyrir ungt fólk. Ég er orðin rosalega þreytt á því að heyra að ungt fólk hafi ekki áhuga á því að taka þátt í starfi kirkjunnar. Því að það er bara ekki rétt. Mér langar að biðja fólk að hengja ekki haus og tala framtíðina niður, heldur fara að vinna í því að taka betur á móti ungu fólki sem vill starfa innan kirkjunnar. Ég held við séum komin í einhverja allt aðra umræðu en við kannski ættum að vera í og mun kjósa með minnihlutaálitinu. Því ég held að við þurfum að skoða þetta miklu betur og koma fram aftur á þarnæsta þingi. Við erum hvort þið ekki að fara að kjósa til kirkjuþings á komandi ári. Takk. Já, þá takk fyrir. Það eru 3 eftir að mælendaskrá og síðan geta framsögumenn tekið til máls, þannig að ég held í lokin og bara mælendaskránni núna, en það er Gísli Gunnarsson, síðan Hjalti Hugason og síðastur er Gísli Jónasson og þá tekur Gísli Gunnarsson til máls. Forseti, ég er nú sammála Stefánu það að þetta er að verða dálítið sérkennileg seinni umræða því að við erum í raun og veru að tala hér eins og í fyrri umræðu en
En það er langt sem við hýst og það kannski fyrnist yfir á þessum tíma. En ég held að, og sammála nafna mínu með það, að ég held að við ættum að fresta þessu máli og hugsa okkur að á næsta þingi, já, allavega hvort það sé tími til þess að fara betur í gegnum þetta, því að það er nú ekki alveg komið að kosningu. Ég held að þessi tillaga standist bara ekki íslensk lög. Ég held að sé bara svo einfalt. Við getum ekki samið hér einhverja starfsreglur sem skerða kosningarétt fólks út af því hvaða menntun það hefur. Það bara gengur ekki upp. Það bara stenst ekki lög í landinu, í lýðræðislandi. Og það væri mjög sérkennilegt að það kæmi frá kirkjuþingi að einmitt þeir sem mega ekki taka þátt í þessu, það eru þeir sem hafa farið að læra guðfræði af öllum. Þetta gengur ekki upp. Í núgildandi reglum segir biskupar og vígðir starfsmenn og biskupsstofu njóta ekki kosningaréttar. Sama gildir kennara við guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands. Og þetta er sem sagt, ég tók nú þátt í að smíða þessar reglur frá 2017 og þarna náttúrulega var ekki tekið á þeim sem gætu verið leikmennin á biskupsstofu og ég er alveg sammála því að það væri gott að bæta þeim við endurskoðun. En ekki varðandi hvaða nám fólk hefur. Þannig að ég held að sé bara væri það besta máli við kæmum þessu þannig fyrir að við myndum draga þetta tilbaka og fara að vinna heilstætt í þessu. Það kom nefnilega svo oft í ljós þegar við vorum að smíða reglurnar síðast að ef einhverju einu var hnikað þá gat það rekist á við eitthvað annað. Það þarf að skoða þetta allt í einni heild. Og af því að þessi umræða er komin svona út og suður til dæmis skiptingu presta og leikmanna, þá er þetta nú fólki sem er starfandi saman í kirkjun út all land. Og ég held að það sé ágætt að það speglist inn á kirkjuþinginu að þeir sem eru nú starfandi við þetta í söfnuðunum, að þeir reyni líka að vinna góðum málum saman hér á þinginu. Auðvitað hefur alltaf verið eitthvað svona mismunandi sjónarhorn. Ég tala nú ekki bara innan hvorrar stéttar fyrir sig, milli presta og milli leikmann og svo milli leikmann og presta. Þetta er bara eðlilegt, þessu skoðanaskipti. Og það er eðlilegt að menn reyna að halda einhvernum ákveðnum sjónarmiðum á lofti. Sjónarmiðum sem jafnvel gætu komið viðkomandi vel á einhvern hátt. Ég er ekki að tala það að menn séu hér að berjast fyrir einhverju persónulegu framapotið einhverju sem beinlínis er til hagsbóta fyrir hans eigin persónu. En takast á hagsmuni, ég sé ekkit athugavert við það. Að lokum með þetta varðandi vígða og leik og lærða. Vígðir eru þeir sem eru vígðir, sem sagt djáknar, prestar sem fara í gegnum vígslu athöfn. Aðrir eru leikmenn og leikmenn, þetta er oft misskilið orð. Eins og það sé eitthvað tengt orðinu að leika sér, það er ekki. Þetta er bara komið frá því hér áður fyrir að Lajos, þetta var bara líðurinn, fólkið. Og þeir sem voru aðgreindir voru þeir sem höfðu lært til ákveðins embættis skúli, ákveðins embættis, ekki ákveðins starfs. Og nú er nefnilega byrjuð þessi umræðum starf og embætti. Og ég ætla nú ekki að lengja máli með því en prestar eru vígðir til embættis. Og það breytist ekki þó að sé gerðu nýr samningu við Íslenska ríkið. Takk fyrir. Þá tekur til máls Hjalti Hugason og síðastur er Gísli Jónasson fyrir utan framsögumenn.
forseti. Mönnum finnst þetta skrítin önnur umræða og það er kannski alveg rétt, en það er þó engin tilviljun vegna þess að þetta mál er mikilsvirði, en að mínum að þetta er á því ágalli. Ég benti á hann í fyrstu umræðu, kom með breytingatillögu og nefndin hefur ekki séð ástæðu til þess að verða við henni og mér finnst það ekkert skrítið. Mínar tillögur er ekki þannig að það er einhvern veginn að kyngja þeim, en eftir sem áður stendur vandinn þarna og þess vegna hefur mér fundist full ástæða til þess að taka til máls tvisvar í þessari seinni umræðu. Sem sagt að ég tel að það skorti málefnaleg rök fyrir útilokun guðfræðinganna á þennan altæka hátt sem tillagan felur í sér. Ég hafði í raun og veru ætlað að grípa til þeirra raka sem að Gísli Gunnarsson nefndi hér áðan, það er að segja að þetta kynni að ganga í berhögg við íslensk lög og þá jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar í raun og veru, en ég hikaði við það en tel eftir sem áður að það skorti sem sagt málefnaleg rök fyrir þessari þrengingu á kosningarétti guðfræðinganna og takmörkun á kosningarétti þarf ekkit alltaf að fela í sér röskun á jafnræði en hún getur gert það og ég er út af fyrir sannfærður að hún gerir það á þennan altæka hátt. Mér finnst afar óþægilegt þegar ég farið að blanda hæfis og vanhæfis umræðunni inn í þetta vegna þess að við myndum skapa okkur svo falskt öryggi ef við heldum að við leystum það mál á einhvern hátt með reglum kosningarétt og kjörgengi. Það er allt annað mál sem verður að taka allt öðrum tökum og umræðum það á ekkert heim undir þessu. Ég tel að það sé ekkert frjótt að fara að bylta öllu regluverkinu í kringum kirkjuráð út af þessu vandamáli sem er praktískt og vel hægt að leysa og ég tel að ég hafi bent á lausn á því máli til dæmis með því að fjölga varamönnunum. Og mér finnst út það fyrir sig svolítið sárt ef að þetta færi út í kosningu það að fella málið í raun og veru. Mér finnst mjög vænt þessa tillögu sem hefur komið fram að málinu verði einfallega bara frestað og tel að það sem sagt verðskuldi það svo sannarlega að fá betri vinnslu og vonandi farsæla lausn. Þá tekur Gísli Jónasson til máls. Forseti, ég bað nú eiginlega orðið í framhaldi af innlegginina Svönu Helena áðan og ég vil taka fram áður en ég held áfram að auðvitað er kannski óvanilegt að sé svo mikil umræði, seinni umræðu, en það er hins vegar ekkert í þingsköpum sem hindrar það að í seinni umræðu sé málefnaleg og efnislega umræðu mál. Ef mann halda að seinni umræðu sé bara einhver afgreiðslu umræðu, þá er það bara misskilningur. En þó að það sé kannski oft búið að útkljá málinu í fyrir umræðu, þá þarf það ekkert að vera þannig. Þannig að það er nú ekki rök í þessu máli. En það kveiknaði hjá mér nefnilega svona tengsl þegar hún Svana nefndi það að hér væri verið að reyna að plástra mál eða ákveðið vandamál og þá kom upp í huga mér og fyrirgefið að ég fer aðeins kannski út fyrir efnið finnst einhverjum ákveðin leikur eða eitthvað sem við höfum stundum í barnastarfinu að það er teiknuð mynd af einhverjum særðum einstakling eða dýri og svo er bundið klútur fyrir augun á börnunum og svo er þeir reyna að plástra á sárið. Og plásturinn lendir stundum býsna langt frá réttum stað.
og akkurat ekki að plástra sárið. Og það nákvæmlega það sem að mér finnst að gerast í þessu máli, að plásturinn að lenda á vitlausum stað. Og ég hélt að ég hefði bent á það hér, en mér finnst nú innleggi margra eins og menn hlusti bara ekki eins og á það, og þess vegna vil ég ítreka þetta, að þessi tillaga að útiloka rangan hóp miðað við forsendurnar sem að frumalöndinni gefa sér að eigi að laga. Ef að það rétt eins og bent hefur á að þetta sé vandamálið að það buðu sig svo margir guðfræðinemar fram til þess að vera ungt fólk og síðan hlutu þeir vígslu og það var ekki hægt að finna varamenn í þeirra stað, þá þessi tillaga ekki að leysa þann vanda vegna þess að hún útilokar ekki það í framtíðina að guðfræðinemar bjóðu sig fram. Hún útilokar hins vegar annan hóp. Og þá verða menn að horfast í augu við að það sáhópur sem svona mikill að vandræða við þurfum að útiloka hann. Og það það fólk sem hefur sótt sér ákveðna menntun við Háskóla Íslands og heldur síðan áfram út í lífið og gegnir ýmsum störfum öðrum en það að taka vígslu. Ég var bara að hugsa það hér við borðið núna rétt áðan að þessi tillaga mun útiloka það að verðandi formaður í einhverjum stærsta söfnuðu landsins í mínu prófastæmi, núverandi varaformaður og sem að fara að taka við sem formaður, hann guðfræði menntaður en ætlar sér ekkert að vera prestur. Hann má þá samkvæmt þessu sem fulltrúi fyrir held ég næst stærsta söfnuðu landsins eða þriðja stærsta ekki sitja á kirkjuþingi. Það þetta sem við viljum? Hugsum okkur aðeins áður en við setjum plásturinn á vitlausan stað. Ég skora á ykkur að draga tillöguna til baka og við skoðum þetta betur hvernig tökum við á þeim vanda sem við viljum leysa. Þannig að plásturinn sé það sem hann á að vera. Þá tekur til máls framsögumaður minnihluta álitsins, Arna Gretarsdóttir, og síðastur tekur til máls framsögumaður meirihlutans, Stefán Magnússon. Já, forseti. Það hafa farið fram hérna mjög gagnlegt samtal, finnst mér. Ofboðslega gagnlegt samtal og ég vil þakka forseta fyrir að gefa þennan tíma vegna þess að þetta skiptir svo miklu máli í þessu að við finnum einhverja niðurstöðu og sko það alltaf ástæða fyrir því að einhver mál kom út úr nefnd eins og þau eru og mig langar, af því ég hef ekki heyrt það, að framsögumaður gangist við því að eitt af markmiðunum væri að útiloka guðfræðinga. Og svo það þetta, eigum við að fara tjasla einhverja tillögu sem að kemur á þess að hún fái bara sína leið í kerfinu og það komi bara eftir þessar umræður nýtt mál fram sem að lagar þetta sem hefur komið fram hérna. Og ýmislegt sem hefur komið fram hérna sem ég hef ekki tekið eftir og þess vegna samtalið svo gott. Og sjálfsagt eitthvað komið fram sem að við í löggjafarnefndinni töluðum aldrei Og þess vegna held ég að þetta svo mikilvægt að við áttum okkur á því að við erum að glíma við það að við viljum fá fleiri til þess að bjóða sig fram, við viljum breikka hópinn sem að finnst það áhugavert að starfa á þessum vettvangi kirkjuþings og sérstaklega núna í ljósi allra þessar breytinga, aukins hlutverks þingsins og þá held ég að væri og mér langar að standa hérna og biðja framsögumann, vin minn Stefán, að íhuga það, að vinna máli betur. Því að ég held að umræðan sé í þá áttina, við viljum öll fara í þennan veg, það einhver þeir ágreiningspunktar sem að geta ekki gert það að verkum að við finnum einhverja lausn sem að við höldum að virki. Takk. Þá tekur að lokum til máls
Framsögumaður meiri hluta álitsins, það er Stefán Magnússon. Forseti. Það er full ástæða til að þakka það miklu og góðu umræðu sem hér hefur á sér stað. Það var ekki þannig að ég væri á móti henni sem per se, en alla jafna er betra að hafa hana fyrr á þinginu þannig að sé hægt að vinna með hana innan þess þings sem er þá yfirstandandi og afgreiða það málið í þokkalegri sátt í lok þess þings. Það hefur verið bent á marga þætti þessa máls og sumir eiga alveg fulla rétt á sér. Það er líka verið bent á atriði eins og hvort þetta standi stjórnarskrá. Ég ætla svo sem ekki að dæma það. Það má það líka velta því upp í því sama samhengi hvort að það standist stjórnarskrá að tiltekið þing eins og kirkjuþing, það sé áskilið 40% þeirra séu einna starfsstéttar. Ég veit ekki það, þetta er allavega skondin staða ef að væri áskilið á alþingismenn væru 40% lögfræðingar eða í bæjarstjórn, sveitarstjórn Reykjavíkur sem hann segir að það væri 40% starfsmenn borgarinnar. Það þetta einhvers staðar skrítið. Eitt af því sem við þurfum að gera er að ná öflugu starfi ungs fólks innan kirkjunar og hvort sem það er á kirkjuþingi eða annar staðar innan kirkjunar, það er bara nauðsyn fyrir þessa kirkju. Það hins vegar, það var ekki tilviljun að ég lagði þetta mál fram á kirkjuþingi 2019. Það var vegna þess að ég sá það, eins og allir aðrir náttúrulega sjá, að það hefði það verið gert í góðum tíma sem það var og ef fram hefðu komið hnökrar, þá væri hægt að laga þá áður en kosið er. Við erum ekki fallin á tíma. Og það er í því ljósi sem ég mun draga þessa tillögu tilbaka, þannig kom ekki til atkvæðagreiðslu núna. Og af því að við höfum tíma til lagfæringar í ljósi þeirra umræða sem hér hefur átt sér stað. Og þá vona ég að umræðan eigi sér stað við framlagningu máls umfram það að eiga sér stað við lok málsins, annar umræðu. Takk fyrir. Þá er komið lausn í málið. Málið er bara dregið tilbaka og vegna þess að þetta er búið að vera svo frábær umræða að þá ætla ég að gefa korters kaffihlé.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 31. mál á þingskjali 83, það er síðari umræða. Nefndarálit við tillögu af starfsreglum breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta númer 144 frá 2016 með síðari breytingum. Flutt af meirihluta löggjafarnefndar. Þetta var fært í gær, já. Það er 30 annað fyrirgefið. Fannst þetta eitthvað skrítið, þetta var þarna næst í möppinu minni, þá tökum við fyrir 32. mál á þingskjali 80 til síðari umræðu, það nefndarálit við tillögu af starfsreglum breytingu á starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum frá fjárhagsnefnd og framsögumaður Svana Helen Björnsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, fjárhagsnefnd hefur fjallað málið á þingskjali 32 og leggur til að það fái ekki framgang. Bara rétt til nánari skýringa ef þið hafið þetta mál fyrir framan ykkur. Tillagan var sú að tekjum sem renna til kirkjumálasjóðs af jörðum sem prestssetur standa á skulu að 1/10 hluta renna til þeirra sóknar sem prestssetursjörðin heyrir til og frá þeim tekjum drægist frá sú þóknun sem presti skal greidd samkvæmt 1. málsgrein. Við teljum að svona í þeim skipulagsbreytingum sem við erum að vinna að og með eignastefnu og öðru, að þá sé þetta ekki, það sé ekki rétt að samþykkja þetta á þessum tíma. Við tökum þetta inn í heildarumræðu þessi mál. Þá er orðið gefið laust og til máls tekur Þuríður Víum. Virkar þetta núna? Heyriði í mér? Heyriði í mér núna? Flott, takk. Forseti og kirkjuþingsfólk, það er gaman að vera með ykkur í fyrsta skipti. Svolítið erfitt að vera á fjarfundi, tæknin er eitthvað búin að vera að stríða mér í morgun, en ég kem nú suður á morgun reyndar og hlakka til að vera með ykkur. En ég var ekki á þingi þegar þetta mál var tekið til fyrri umræðu og hafði ekki aðgang að þinginu til að hlusta á það einu sinni. Vil því ekki endilega vera að rugga bátnum, enda skrifaði ég undir þetta nefndarálit. En mér fannst ég þó þurfa að taka til máls þar sem þessi tillaga hefði haft töluverð áhrif í mínu prestakalli og í fleiri sóknum hér í prófastsdæminu og auðvitað víðar á landinu. Ég er að mörgu leyti hlynnt þessari tillögu. Hún kemur beint úr grassrótinni og þess vegna finnst mér mikilvægt að við hlustum á hana. Það hefur verið ósk sóknarfólks til dæmis hér á mínu svæði síðan að ákveðið var allur arður fyrir prestsetursjarðir inni beint í kirkjumálasjóð að einhver hluti allra þeirra hlunninda sem að verða til hér í sókninni renni beint hingað heim til viðhalds og framkvæmda á svæðinu sem að það kannski gerir auðvitað óbeint á endanum en oft hægt og allt of seint. En prestsetur og prestsetursjörð og kirkja og svæði þar í kring helstu þetta allt í hendur og ég skil vel að fólki finnst sorglegt að sjá ekkert af peningunum sem að verða til í bakgarðinum hjá sér renna beint til þeirra. Þessi hlunnindi nefnilega þau verða ekki til á sjálfum sér. Áin rennur auðvitað hérna í gegn sama hvað en það er svo langur vegur frá því að það sé nóg. Þetta eru dýrmæt hlunnindi sem hafa í sumum tilvikum mikið fjárhagslegt gildi fyrir kirkjuna en ekki síður sögulegt fyrir bæði kirkjuna og sóknina og fólki sem að aðeins stendur. Og það er vinna sem að fylgir þessum hlunnindum. Og það er sóknarprestur sem að kannski bera ábyrgð á þeirri vinnu fyrir hönd kirkjunar en oft og í gegnum tíðin ekki síður sóknarnefnda fólk sem að sinnir þessum málum, einungis að væntum þykju fyrir staðnum sem kirkjustað. Þess vegna fannst mér þessi tillaga sanngjörn en ég geri mér hins vegar grein fyrir því að akkurat núna er verið að taka öll fjármál kirkjunnar til endurskoðunar og það er verið að leggja til hér á næsta þingi að fari verði í naflaskoðun á fasteignum og eignum kirkjunnar. Og því kannski óeðlilegt að taka þetta mál sérstaklega fyrir núna og samþykkja það og meðan að sú vinna er í gangi.
Og ég er því samþykk því að þetta mál fái ekki framgang núna, en ég vona að við tökum þessa umræðu upp í þeirri vinnu sem að framundan er og það fái að lokum framgang í einhverju formi. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðar Steindór Haraldsson. Forseti, örstutt áðurinn ég kem að efni þessa máls, þá tók ég eftir að ákveðnir aðrar hér í sal yfirgáfu salinn undir síðasta dagskrárlið, þar sem var verið að ræða kjör til kirkjuþings og annað því tengt. Mér þótti það virðingavert og vil þakka fyrir það. Nú, en að þessu máli þá styð ég nefndarálitið að þetta fái ekki framgang, en vil jafnframt taka fram og benda á að viðkomandi sóknir geta notið hlunnindana með óbeinum hætti í gegnum jöfnunarsjóðinn sem var og jöfnunarsjóðinn var og þess vegna verður eftir atvikum. Það er hægt að hafa það bara svona bak við eyrað eins og maður segir að sóknir fá að njóta þess án þess að það sé sérstaklega tiltekið með formlegum hætti í reglunum, en það væri kannski skynsamlegra að setja þá inn einhvert heimildarákvæði til þess að taka tillit til þeirra aðstæðna þar sem hlunnindi verða til í sóknum, að sóknirnar fái þá einhverju leyti að njóta þess þó að það sé ekki með ákvæðinu 10 sem hér var lagt til. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, nú er þetta búið að renna niður í ægum. Ég get ekki stjórnað þessu hérna, kannski öllum til ánægju. En ég er sammála þessari tillögu en tek undir enga síður með tillit til aðstæðna þeirra tillögu sem kemur á fjárhagsnefnd. Ég gerir ráð fyrir því að Stefán hafi verið að tala kirkjumálasjóð en ekki jöfnunarsjóð, vegna þess að kirkjumálasjóður eru byggður á eignunum en ekki jöfnunarsjóður. Jöfnunarsjóður er byggður upp á sóknargjöldunum. Það er allt annað handleikur. Ég vil minna á að hvernig þetta er allt saman orðið. Allar götur frá 1904 þegar það ferli hófst sem við kláruðum 2007, 97 og 98 og var svo staðfest í nýjum samningi núna síðustu áramótum kirkjujarðirnar og tekjur af eignum sem að kirkjan færði ríkinu. Þá er þar inni þegar við erum að líta á þær eignir sem eftir eru í kirkjunni. Það er mjög eðlilegt að kirkju eða sóknirnar sjálfar hafi tekjur af eignum sínum, ekki bara prestar og ekki bara kirkjumálasjóður. En þannig var að þegar að það kirkjujarðarsamkomulag sem er í gildi núna og var eingöngu prestar sem komu að því, þá voru öllum eignum kirkjuna sem færðar voru yfir til ríkisins deilt út sem laun presta. Þannig er málið og þess vegna styð ég Örn í þessu. Takk.
Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Já, forseti. Þetta mál var flutt af kirkjuráði þó að ég hafi verið framsögumaður, svo því sé haldið til haga. Og þetta er dæmi það þegar að kirkjuráð hlustaði á fólkið í sókninni, í sóknunum. Það var ekki í minni sókn, þar sem ég þjóna, heldur í annari sókn. Og við hlustuðum og við tókum tillit til þess og þannig er málið fram komið. Ég veit ekki hvort það væri hægt að segja að þetta væri svona típist leikmannamál, ég veit það ekki. En ég myndi líta svo á að þetta væri bara einhvern veginn mál okkar allra. En ég ætla ekki að lengja þetta í ljósi þess að við stöndum í miklum breytingum og við þurfum að fara að ræða stór mál varðar það að gera fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þá liggur þetta mál að sjálfsögðu undir. Ég mun sitja hjá í afgreiðslunni vegna þessara aðstæðna en ég legg til að kirkjuþing hlusti alveg svo kirkjuráð gerði. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og síðari umræðu þá lokið. Lagt til að 32. mál á þingskjali 80 að því verði vísað frá. Þeir sem samþykkja það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þeir sem á móti, það er einn á móti, þannig að það er samþykkt að vísa málinu frá. Fyrir tekið 33. mál á þingskjali 78 til síðar umræðu, það er nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa númer 333 frá 2017, flutt af löggjafarnefnd, framsögumaður Steindór Runeberg Haraldsson og tekur hann nú til máls. Já, það er bara kveikt ekki alveg. Forseti, löggjafarnefnd fékk þetta mál eins og mörg önnur og nefndaráliti starfsreglur við tillögu við starfsreglum breytingu og starfsreglum kosninga til biskups og vígslubiskupa. Nefndi fjallaði málið og löggjafarnefndur fjallaði þetta og leggur til að það verði samþykkt. Ég ætla aðeins með leyfi forseta að rifja upp málið sem þið hafið vantarlega fyrir framangur enga síður. Það er flutt af Dr. Hjalta Haugasyni. Og kosningarétt, fyrsta málsgrein, kosningarétt eiga vígðir starfsmenn á biskupsstofu sem í föstu starfi. Önnur grein orðið vígðir kennarar í föstu starfi við Guðfræði- og trúarbragðadeild Háskóla Íslands. Fjórðu málsgrein, fjórðu greinar starfsregluna falla brott. Starfsreglur þessar eru settar með heimild í lögum og svo framvegis. Þetta er það sem Hjalti lagði til að vígðir kennarar í föstu starfi við Guðfræðideild hefði ekki lengur þennan rétt og að því að nú langt liðið frá þetta var lagt fram tæpt ár þá er kannski ekki gott að Hjalti bara kemi hér upp sem ég veist ekki hann að gera og skýri þetta aftur fyrir okkur. Takk fyrir. Þá er orðið gefið laust og til máls tekur Hjalti Hugason.
forseti. Ég kem hér upp til að skýra tillögu sem að gengur út á að takmarka rétt fólks eða svipta fólk rétti sínum og þessi tillaga mun hafa það í för með sér að kjörmönnum í kjöri til biskups og vígslubiskupa mun fækka 2 í praxís. Nú, eins og staðan núna, vel að merkja. Nú, ástæðan fyrir því að deildin fór fram á þessa breytingu á sér þann aðdraganda að fyrir einhverjum árum þá var gerð sú breyting að í stað þess að allir kennarar guðfræðideildar hefðu þennan kosningarétt, var kosningarétturinn bundinn við prestsvígslu sem sagt og þannig féll meiri hluti kennaranna út og við 2 prestsvígð stóðum eftir. Og innan deildarinnar þá fannst okkur óeðlilegt eða kannski ef svo ég noti sama orð og ég notaði áðan, ómálefnarlegt að gerður væri þessi munur á vígðum og óvígðum kennurum deildarinnar og það væri þá eðlilegt að sem sagt við værum öll á sama báti og hefðum ekki þennan rétt. Auðvitað hefði ég getað komið með tillögu í hina áttina að sem sagt öll fengju réttin aftur en það þótti mér nú ekki aðlaðandi aðkoma vegna þess að þá væri deildin eins og að reyna að knýja kirkjuþing til þess að endurskoða nýja ákvörðun sína eða samþykkt og þess vegna var nú þessi leið farin. Auk þess sem að ýmsum í deildinni, kannski ekki endilega öllum, en ýmsum fannst að það væri óeðlilegt að sem sagt kennararnir ættu þessa aðkomu að biskupskjörinu. Nú, ég vil svo bara ítreka það að í þessari tillögu felst ekki minnsti vottur af einhvers konar tilhneigingu til þess að skapa einhvers konar vegg, gjá eða bíl á milli kirkjunnar og deildarinnar meira heldur en orðið er og jafnframt því sem við samþyktum þessa tillögu á deildarfundi þá lögðum við áherslu á það að við vildum áfram gegna öllum þeim hlutverkum sem að kirkjan kallar okkur til annarkvort sem einstaklinga eða sem deild. Þannig að við viljum svo sannarlega standa vel í stykkinu við að mennta starfsfólk fyrir kirkjuna og gegna öðrum þeim hlutverkum sem eðlilegt þykir að við gegnum. Ég get kannski getið þess bara til þess að undirstrika þessi tengsl og að þau séu jafnvel vaxandi að einmitt núna þessa mánuðina stendur yfir ráðningaferli þar sem við verðum að ráða kennara í kennimannlegum fræðum, kannski þeirri grein sem lítur helst að prestsnáminu. Í því sambandi starfa 2 nefndir, dómnefnd sem fer alfarið eftir reglum Háskóla Íslands og er eingöngu skipuð sem sagt sérfræðingum, getum við kannski sagt, og síðan þegar dómnefndin hefur skilað áliti tekur við valnefnd og hún er að öllu leyti líka samkvæmt reglum Háskóla Íslands. Þetta er 5 manna nefnd, í henni sitja 3 fastafulltrúar og síðan 2 svona sem eru skipaðir í hvert einstakt skipti og það væri þá kannski eðlilegast að það væru kennarar deildarinnar sem kemur þarna inn en ég held að sé alveg óhætt að segja það að þessi 2 póstar sem að deildin getur aðstafa verður væntanlega að þessu sinni mannaðir með þeim hætti að annar fulltrúin verði sóttur út fyrir deildina og þá er eiginlega ljóst hvert hann verður sóttur. Það verður sem sagt til þjóðkirkjunnar. Viðkomandi fulltrúi þarf að uppfylla ákveðin skilyrði og þar fram eftir göttunum en það eru ýmsir sem uppfylla þau þannig
að þetta svona dæmi það hvernig deildin vill þegar hún að hefur að segja vega og meta mál sem að snerta kirkjuna, gjarna hagaði þannig að sem sagt fulltrúi kirkjunnar í einhverju merkingu geti átt aðkomu að þessu. Ég segi þetta nú bara vegna þess að margir skilja þessa tillögu svona sem einhvers konar tilhneigingu til þess að eigum við að segja draga sig út úr eða sýna kirkjunni með einhverjum hætti fálæti en ég vil segja að það ekki svo. Hún tilkomin af öðrum ástæðum og hugur okkar til kirkjunnar alveg sá sami og hefur verið nú langt skeið, sem sagt vinarhugur. Takk. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá síðari umræðu lokið og gengið verið til atkvæða 33. mál á þingskjali 78 og þeir sem að geta samþykkt þetta mál það fyrirgefið 33. mál á þingskjali 33 og tillagan að starfsreglum breytingu á starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa númer 333 frá 2017. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gjöra svo vel að gefa merki. Einhver á móti, samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 34. mál á þingskjali 85, það nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum kjör til kirkjuþings númer 1075 frá 2017 með síðari breytingu, flutt af löggjafarnefnd, til máls tekur framsögumaður Stefán Magnússon. Forseti, þetta mál snýst sum sé hvernig menn kjósa til kirkjuþings og hvernig við talið og það lagt fram af löggjafarnefndinni en þar sem þetta hangir algjörlega saman við mál sem var dregið tilbaka hér áður 30. málið þá leggjum til og mun draga þetta hér tilbaka og vegna þess að það bara eðlilegt að þetta verði afgreitt allt í einu lagi þegar þar að kemur. Takk. Orðið laust. Lagt til að málið verði ekki tekið fyrir núna. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Þetta var þá síðasta máli sem flutt á kirkjuþingi 2019. Það matur hér klukkan 12. Eftir hádegið klukkan 1 þá munum við koma hingað aftur saman án þess að það ekki þing, heldur það bara fundur okkar þingmanna og að sjálfsögðu vígslubiskupa og fá að vera á þessum fundi. En þá komið að lokum þessa einkennilega þingárs sem búið að taka næstu því heilt ár og hefur aldrei gerst fyrr en það erum við á svo einkennilegum tímum. En ég vil þakka ykkur fyrir það hvað þið hafið tekið öllu vel það sem að forsætisnefnd hefur lagt til hvað þetta varðar og þakka ykkur fyrir allt bara góðu störf sem að þið hafið innt af hendi á þessu starfsári. Það hefur verið mjög mikið sem að nefndirnar hafa lagt á sig. Það hefur verið mikið fundað og ég held að málin þroskist bara við meiri umræðu. Þetta allt saman skynsamt fólk sem hér inni og ég segi þá og vil þakka auðvitað starfsmönnum fyrir allt það góða sem þau hafa gert og vil biðja kannski biskupinn að koma hérna og ljúka þessu þingi 2019 með einhverjum fallegum orðum eins og vant hefur verið að gera en ég segi þá
bara þessu þingi 2019 er lokið. Þakka ykkur öllum fyrir, starfsmönnum og þingmönnum fyrir frábær samstarf. Já, þakka ykkur fyrir þetta og mér finnst þetta nú að hafa gengið ótrúlega vel. Klára öll þessi mál, verður ekki 19 eða svo. Ég ætla að lesa hérna upp úr, ég ætla að lesa úr Jóhannes Guðspjalli. Verk Guðs opinber, okkur tekst nú misjafnlega að sjá. Opinber verk Guðs, stundum fættum við eftir á og stundum nemum við það strax, en það er bjargverst trúf mín, hvað svo sem sagtur mig og mína persónu þessa dagana, að þá treysti ég heilögum anda og tel hann stjórna þessari kirkju. Ég ætla að lesa hér úr 9. kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli. Á leið sinni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði: Hvorki er það því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna verk þess er sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er í ljós heimsins. Að svo mæltu skyrpti hann á jörðina, gerði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: Farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þvoði sér og kom aftur sjáandi. Þannig hljóðar þetta orð og við skulum biðja. Drottinn Guð, þakku þér fyrir orðið þitt og allt það sem það kennir okkur. Við biðjum þig að leyfa okkur að sjá verk þín hér í þessum heimi og að við fáum fundið það á okkar eigin skinni að við séum að ganga þann veg sem að helgast að þínum vilja. Drottinn, ég þakka þér fyrir þau öll sem að þjóna kirkjunu á einn eða annan hátt og bið þess að þú varveitir þau og blessi í öllum störfum sínum og öllu lífi sínu í Jesú nafni. Amen. Þú ekki að syngja sólguð þetta með sanni? Sólguð svertur með sanni, sonur Guðs Jesús minn, sonur syndugum manni, sonar alls gengdir þinn, son Guðs einn engir þinn, syni Guðs syngir glaður, sérhver lifandi maður, eigur í hvert eitt sinn. Matur klukkan 12 og svo hittist við hér klukkan 1, eða kannski bara rétt fyrir 1 svo við getum